Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Ok, ég ætla að enda ykkur í smass og pass. Er þið með einhverja spurningu fyrir það í smass eða pass? Ég svona Premier League tengt, það er gott að hafa þetta þarna fyrir frá með okkur núna. Jú, ég er hérna með. Ok. Hvað er þetta? It's not complicated. Það er flott. Það er gýr í þessu. Ok. Er Savinho kláraðast á hann? Eða er að klárast? Já. Er eitthvað annað að klárast á hverju núna? Bara að því að... Að klárast, sko, er eitthvað Marmúsi líka náttúrulega inn í þessu umræði með Savinho, en maður er ekkert heyrt að það sé að klárast. Nei, ok. Sjá. Sjá, hérna er þetta. Baleba ekki klárt. Nei.
Villa að klára Van Bissaka, kongurinn á Nú, leiðinni á Villa Park. Já. Bara aðeins frá þýra á eftir það blöð. Bara hvað að fá? Já. Þú veist hvað að fá? Þú veist Já. bara... Þetta svona minn uppáld síðan Darmian. Já. Það var... Ég var nú með þér þegar þú ákvæmst að allt saman að ef þú eignaði svona þá myndi hann heita já. Matteo í höfuð á Darmian. Það var líka svo solid. Já, hann þægilegur. Já. Það er ég... ef ég gleym einhverju eða eitthvað sem er bara svona meikar enga sensi að fá gólið á mig. Þú veist, ef ég þú veist, já, bara þú veist, af hverju er hann ekki að tala um þetta og svo er mjög gott þegar þið skrollið, þú veist, bestu deildina myndir í gangi og deildina og ég sjá allt sem er þarna kannski að vera í ullarpeysu þarna, kannski svona Það er full mikið. Aðeins svo mikið Ég þori bara ofta ekki að spurja um stöðuna á Ungari Jónsson. Það var bara vonast alltaf Já. svo góðum fréttum. Já. Bara, Gísli gott að vera frá í 4 til 5 mánuði. Hrikað. Hann var að gefa hælspinnu. Bara fitta semur, gefa hælspinnu og meiðist. Ok. Sjá. Bam. Má sjá. Já, þetta er gaman aðeins. Kannski minni mig á vini Ingvars að hlaupa. Bara svona að það er gott. En maður gæti nú hlaupið eitthvað. Já. Gætið þú tekið? Nei, ekki lengur held ég. Ég var að fatta það að þú vannst í raun og veru einmiði við Gunnar Birgisson því að þú retæraði hann. Hann er búin að vera að drepast í mjöðminni í 9 mánuði. Já. Heyrðu, og svo er eitthvað gæi NBA byrjar að herma á eftir múinu. Ég sá það. Skrýtnasta músi í síðan. Já, þetta er eitt fyrirlegasta múf allra tíma. Já. En hann er retired í dag. Já. Heyrðu, menn að, Það fóð með hann. nú erum menn að fara að henda bingospjaldinu af því að blös ég mættu því það var náttúrulega ekki á bingospjaldinu hjá fólki. Já, heyrðu, ok, þið klárir. Já. Sjá, ætla ekki vel einhverjum júlí, nei, fyrir mig hérna aðeins í ágúst, ég ætla að henda einu skemmtilega á það. Sjá. Maður þarf að henda inn á þetta. Maður þarf að henda inn á þetta. Já, það verðum að vera með í þessu. Ég ætla að spila They Not Like Us Kendrick Lamar í dag. Veit það ekki. Þegar þú verður á DJ-græðan. Það er aldrei að vita. Við hendi því. Din, They Not Like Us. Ok, herri. Geðug treyja. Gordon Ramsay of Iceland er að fann að kalla sig þessi hann. Það er góður elda, hann er fann að kalla sig hinn íslenska Gordon Ramsay. Hvað sæti spá er blöð manni? Já, hann er það ekki í fyrsta sæti. Dr. Fútból heilsar á föstudegi, ekki í Karlsberg kastalunum, heldur út á Granda. Já, það eru alveg gestir hér í dag. Albert Ingason, fyrrum leikmaður Fylkis, er sestur. Og svo er hann fyrrum leikmaður Skallagríms og Tindastóls, Auðun Blöndal. Velkomin. Takk fyrir það. Blöndal auðvitað spilaði í hæsta level sem hann fór á, var að fyrst dild með Skallagrími eða ekki? Er það ekki hæsta levelið? Já, mörk í öllum deildunum efstu. Já, það er rosalegt.
það er alveg Áttu mark í B-deild? Já. Já, var það fyrir skallana? Já, bæði fyrir Skallagrim, nei ekki fyrir Tindastól, já nokkuð mörk fyrir Skallagrim í fyrst deild, 3 eða 4 eða eitthvað. Já. Svo ég mörk í annari deild, 3. deild, 4. deild og utan deild. Það er ég. Sæll, þetta er bara hjörtu hjarta hérna. Varstu strækir eða? Já. Já, ok. Hann fljótur blöð. Ég var með þess að fengið, sko, Hjörstur fer upp á Skaga þegar ég að koma í Skallagrim, en þú sér að það voru ekki það, skiptin voru ekki betri en það við fjallum, sko. Ég man eftir þessu vel, við spilaðum við ykkur þarna 2000. Já. Já, ég held að blöðurinn hafi ekki spilað á hvorugan leikinu mútið Val. Ég man ekki eftir þér inn á vellurum allavega. Jú, ég held ég að spila heimaleikin. Já. Svo í útreiknum, þá fór ég út af í hálfleik, að þeim er illt í maganum. Það var þjóðatíð daginn áður. Illt í maganum eftir þjóðatíð. Sko, hversu heimskur var ég að biðja þessu skiptingu? Illt í maganum eftir þjóðatíð. Þú ert að segja eitthvað annað. Ég að segja eitthvað allt annað. Já, bara nárið með eitthvað. Ég held ég myndi aldrei byggja skiptingu að því mér er illt í maganum. Nei, ég var að drepast. Já. En þá var ég að taka þarna Voltaren Rapid. Maður bara hakkaði sísu, það var eitthvað vesen á mér. Ég gleym aldrei þegar ég tók rippjúl í fyrsta sinn fyrir leik. Shit. Það var bara eins og ég væri á eitilugum. Já, þú varst á eitilugum, náttúrulega. Þú hefði fallið á leiguprófi. Já, þannig. Það var effektir inn í þessu. Já, Það voru allir á þessu þarna í kringu 2000. Já. Það var bara Og það svín virkaði líka. Svín virkaði. Það geti orðið ykkur út rippjúl. Enski boltinn byrjar í dag, mikilvægastu kaupin er að sjálfsögðu sjónvörpin og freimtækin frá Samsung í Ormsson, hún fílar þau líka. Það er nú heila málið með þetta allt saman. Það er útsala í Ormsson, þú getur fengið allt á geðveikum díl ákkurat núna. Dominus Pizza og Dr. Fútból. Gaman að segja að Dominus Pizza verður með Dr. Fútból í Dogzone, fyrsti þáttur á morgun klukkan 13:40. Og það verður farið yfir allt sem er að gerast í boltana sem hvort sé hér heima eða einhvers staðar út í heimi, en auðvitað verður fókusin fyrst og síðast á ensku úrvalsdeildina, verður líka mjög virkir í Championship-deildinni. Þökkum Dóminus kærlega fyrir að vera með Mjög ánægður með það, Dogzone sé byrja aftur. Já, takk fyrir það, kærlega. Huge fan. Já, ég hlakka til að fá einhvern tíðan Auðun Blöndal í Dogzone. Já, ég þarf að mæta þangað. Svo er annan talandi Dominos. Ég er búin að breyta. Ég er hættur að fara í ítalskan. Ég fann það bara í venjulegan botnatur. Já. Ertu allur að fara hætta öllu svona, hættur í light, ertu bara að segja, ég veit það að vera? Nei, ég er nú ekki hættur í light. Nei. En vissulega er að koma Karlsbergin og Fossinn fyrir þið. Já, það er geðvögt, ég elska að Karlsbergin sé að mæta svo eldgamli mættur. Já, Dominus er nú með góðgera pítsu. Já. Það verður svona alvöru kalla pítsa. Nú. Já, það er svona þemað í ár. Hvað er kalla pítsa? Það er bernesósa og mikið kjöt og svona. Já, kalla pítsa, svona blöðara pítsa. Fyrir að hakkið á hana, ég vil. Já. Þetta kalla blöð pítsa eða kalla pítsa? Kalla pítsur, Dr. Fútból með fitnessport að sjálfsögðu peptides fyrir alla. Hvort sem við vilja það ekki. Er ég svo eini sem er ekki á peptides á Íslandi? Þú ert að verða svo eini. Ég er ekki á þessu. Nei. Ég er bara á styrum. Já. Ég er hérna... Nei, við erum náttúrulega á flegi ferð núna og að minna fólk á Sheeland-sítið. Já, það var She Like It Too. Já, það er málið, þú veist, af því að þú ert búin að tapa Your Morning Wood. Nei. Þú ert búin að tapa... Nei. Veitu hvað ár gerur þetta? Ég er 86. Ég veit að hann er fyrsti gæðin sem ég þekki sem til að tapa þess Morning Wood. Nei, ég er alltaf með Morning Wood. Alltaf. En þessi er, eins og ég sagði við, þessi Morning Wood eru óþarfir í aðra hverju viku. Ertu ekki að fara að gifta? Ertu búin að gifta? Já. Nei, núna í september. Hann er að gifta sig. Þá verður að fara á Sheeland-ítið. Já, til að fá Morning Wood. Það er það sem að þetta snýst allt saman það er The Morning Wood sem að yfirgaf Albert Ingarsson. Það er bara ekki rétt. En þetta er Ég allt held sem saman fyrsta sem við erum saman í stúdíu. Þetta er þýlikur heiður. Þetta er fyrsta skipt sem með gæja kringum færtút sem er ekki ennþá að fá Morning Wood. Hjörvar, þú er bara að fá að gista hjá mér. Já. Þú skal finna fyrir honum. Þú voru að senda myndir. Þú vaknar. Það var brókin yfir. Tekla mér á skoðum 15% afslutu. Við ætlum að spurja með tölvutek. Það var stappað í gær í Keiluhöllinni þegar við vorum með spurningarnar góðu og tölvutek er að bjóða tölvu á 50.000 kall. Blöð, átt þú fartölvu? Nei, það var ég ekki. Ég ætla ekki að reyna að ljúga þér. Þú handskrifar FNÍ Blöð? Ég gerir það, já. Ég er bara tækni heftur og ég er löngu búin að sætta mig við það. Hversu kvíðin ertu að vita að AI sé að taka yfir? Ekki af kvíðin og Steindi. Steindi heldur bara hann spáir ekki í neina öðru. Ég er bara komin, ég nenni ekki að hugsa út í þetta. Okay. Ég mun örugglega einhvern tímann, ég hef aldrei notað chat GPT eða hvað sem þetta heitir. Verður örugglega svo síðast. Ég er nýkomið kort í síma minn. Já. Það var að detta inn. Ég veit það, ég hef alveg það sem að þú hefur verið bara rétt. Ég er ennþá með það líka. Ég er tekað með.
En, rosa. ég nenni ekki spæðis. Já, ég skal fara með og kaupa þér fartölu 50 skall. Þar ert líka þá að styðja hérna Snapdragon. Það er örgjafan í þessu. Sem er framan að United. United, já. En rétt eða rámt, Erling Haaland hefur skorað fleiri mörk í ensku úrvalsdeildinni en allir íslenski leikmenn til samans. Rétt. Já, rétt. Það er rámt hjá okkur báðum. Íslenski leikmenn hafa skorað tæp 200 mörk meðan að Erling Haaland er rétt að skríða yfir 110. Það er þannig, góð spurning. Já, þetta er skemmtileg spurning. Ég bara fekk þessu hugmynd, þetta kom til mín og það var gaman. Það kom oft svona hluti til þín. Já, þeir koma nefnilega reglulega til mín. Já. Við slumum fara að powerranka einn af skemmtilegustu liðunum í þessu öllu saman. Já, reglulega fæ ég krakka að láta mig vita að sé einhver að stela powerranklaðinu mínu. Búm. Já, þetta lag. Það er bara einu sinni þannig. Hver mixaði þetta fyrir þig? Það var DJ Margir. DJ Margir? Ég gerum þetta með NetGyro. Já, enga viðkomur upplýsingar og allur sápakki á NetGyro. Powerrankum 5 skipti sem að Albert Ingolson hefur orðið geðbilaður yfir sjónvarpinu. Sko, Hjörvar, Já. þetta er mjög Arsenal litað. Já, ég er bara allt í lagi. Já, allt í lagi. Já. Sko, þegar þú sagði mér, þú komst með þess að heimavinni gerði, þetta er skemmtilegt. Já. Svo fór ég að fatta þegar ég byrjaði aðeins að reyfa þetta upp. Þetta var alveg útpælt hjá þér. Það var Þú látið að vissir finna ég færi peninginn aftur. fara aftur í bandir eða þú saknaði svo mikið að við séu þar. Þú lést mér leita þar, ég var allavega. Er Budapest þarna einhver staðar? Budapest? Nei, Nei, reyndar ekki. ok, Reyndar ekki, það er svo mikið hægt að taka sko. Og svo er það líka bara bakarísmeistarinn náði mér ekkert. Ég var ekkert reiður fórum í, þú veist, það er margir sem áttu eitthvað moment þegar fórum í auglýsingar hann að landsliða að spila. Bakaramista? Já, það var allir trilltir þá. Já, kom on, við vorum samt konir áfram. Já, en það var samt reiði. Það var gleði. Já, ok. Já, svona það öll vitul og Arnar Viðaskjál með brjálaðan sko, en ég get ekki tekið bara eitt. Nei. Byrjum þetta. Númer 5. 5. seti, Arsenal Birmingham, 2011. Já, vá. Þetta var úrslitaleikur enska deildabikarins. Arsenal var ekki búin að vinna bikar í 6 ár. Birmingham var fallið. Já, ég man eftir þessu. Já. Ópa 5 í Martins kóngurinn. Óbafið með Martins á 89. mínútu. Þegar Szczesny, ég kalla hann þá Szczesny, veit maður þess að Stensny. Og Koscielny fóru eitthvað saman hann. Þá var ég gjörsamlega trillt. Þetta átti bara að vera leikurinn svona til þess að koma Arsenal aftur á stað. Númer 4. Herru, það er 1000. leikur Wenger. Já. Þetta það ætluðu allir að vinna þennan leik fyrir hann á móti Chelsea á 3-0 fyrir Chelsea eftir korter og Mourinho með Chelsea hann. Mourinho af öllum mönnum sem var sko búin að pönkast í Wenger öll þessi ár með Chelsea og Kieran Gibbs fær rautt spjald þegar það var sko Chamberlain sem braut Einmitt. þannig að þetta var bara svona niðurlandi fyrir minn mann. Af því ég tengi svo við þetta að vera brjálaður fram að skjáin þegar maður hálf veikur. Klárarðu leikinn? Ég klára leikinn, Þú klárar hann. já. Bara svona semi-fyrra heitvot sem er tegið í lið. Númer 3. Það er númer 3. Já. Það er Adebayor, 2009. Hann hljópið við allavega. Það er besta fag sem ég sé. Nei. Tók hann að spretta hann Þetta var alveg... Sko, Þessu rugg. Þessna fannst mér þetta, ég er ekki að segja ógeðslega. að það eina sem skiptir maður máli fyrir þann leik að hann myndi ekki skora. Já. Og svo var maður brjálaður að hann muni eftir þessu marki, það var einn í miðju teiknum og bara frían skalla, og svo hvernig getur þetta gest og svo kemur fagni ofan á það. Þannig að maður var alveg trilltur hana. Það er öðru seti, það er 2012. Það er Arsenal, það er United. Já. Þetta er 8-2 eða? Nei, 2012. 2012, já. Sko, aftur eina sem skipti mig máli fyrir hennar leik var að Robin van Persie myndi ekki skora. Já. Og hann var búinn að skora eftir 3 mínútur. Já. Fagnaði ekki þá. Það skipti engum máli. Hvað hér kóngurinn sem var bakur í hjá? En það er það sem gerði með mestriðan. Í hálfleik, Andrés Santos, kóngurinn, Það skiptum treyju. hann skiptur treyju við Robin van Persie í hálfleik. Það var hans Arsenal-ferli bara á lokið. hann vissi þetta að vera með treyja. Þannig að hann það var rosalega. Herðu, fyrsta sætið er 2004-2005 tímabilið. United stoppar 49 leikja unbeaten run. Það voru slagsmála leikur. Já, það var geggjaleikur. Þetta var þvæla. Og Van Persie slátruðu hérna Reyes í svo leik. Ríó Fördun átti að fá rautt spjald. Wayne Rooney átti að vera svona töröð. Wayne Rooney átti að, sko, fyrsta marki kemur eftir dífu hjá Rooney. Og Van Nistelrooy skora á vítinu og fer hann niður í hotni og öskra svona í Það var svo mækjan. margt sem gerði mann reiðan í svona leik. Mike Riley hann að gefa Þannig að áttunda víti í 8 United leikjum. hefur svolítið verið að pyrra þig með við listan. Mjög mikið.
Blöð, þú eru 8 ára trilltur. Já, ég sko, Hvenær hefur orðið- Ísland-Danmörk í handbolta. Já. Það var einhver leikur sem ég gjössalega bilaðist yfir. En sko leikurinn sem að kemur fyrstur upp í hugan hjá mér, manstu þetta er ekki Redondo sem að tekur hælinn kloppar Jú, jú. þegar Real slæðir okkur út. Já. Þá brýt ég hurð heima að mér og mamma öskrandi á mig og vini mín svona lappa út skömmulustöðlega á þess að kveðja því ég og mamma erum byrjað að hnakkrífast. Já. Það var svona ekki proud moment og ég var ekki 14 ára, ég held ég verið 20 ára, er þetta ekki 2000 Já, ég hef tvisvar sinnum orðið alveg snarbilaður. 2004, Manchester United Porto. Við skorum gjössalega, United skorar lögðmark sem við tekið af. Línuverður yfir upp. Svo lendir Tim Howard greið í einhverju túrettkasti þarna í lokinu, einhverju aukaspinnaðin í lokinu. Það er alveg bara hérna Slæran einhvern beint út. Herðu, og þeir skora og Mourinho í hérna frakkarum fagnar þarna alveg eins og brjálæðingur. Maður líka vissi þegar maður var að horfa á leikina þeir myndu skora. Þá var ég algjörlega beilað. Já. Svo 2013 var ég stæður á úrillu górulinni Já. og þar fær Nani rautt spjald. Á móti Real Madrid. Já, þá Þegar var hann ég hoppar upp hann. Nei, hann ætla bara Setja upp sólan einhvern veginn svona. Já, teygja sig í já, boltann. hann er að horfa á boltar samt. Það er að því að nú þeir eru alltaf að tala um transparency og svona UEFA. Þannig var ég svo reiður sko að ég ákvað bara að fara. Af því ég vissi bara ef ég verða þarna áfram þá verð ég algjörlega að bila. Þetta var fyrsti leikur Ronaldo að koma heim. Ég var með Stjána þarna með mér þarna og ég vissi að hann er þið líka brjánar og ég hugsaði bara, ég ætla bara að koma mér hérna í burt. Þegar hér verður allt vitlaust. Svo var ég nú með Stjána þegar að Ingvar Jónsson varði vítið frá Káringun, þannig að Pálmarafni. Já. Þegar að sko Árni Vil var búin að klúðra rétt áður. Við sátum saman upp í Túborg 10 og horfðum á þetta. Og ég var bara svona tilbúin fyrir allt. Ég held að hann eði brjálaður, en þá var hann fór að hringin á reiði. Hann bara horfði á þetta og bara jæja. Var var hann ekki bara brotinn? Já, hann æsti sig ekki neitt. Hann horfði bara á þetta og bara hlæja. Ég átti svoleiðis augnablik nefnilega á síðastífli þegar Arsenal tapar heima móti Bournemouth fyrir leiknum til City. Það var ekki reiði sem ég bara brotnaði. Bara, mér fannst bara eins og heimurinn hrund. Arsenal var bara klúður og sér enn eitt árið. Svo kemur líka upp í hugan Portsmouth í byggarnum heima. Fyrir að hann teki aðra þrennuna. Það bara ég aldrei séð ég mikið að færum. Það var hann alveg bilaði við skjáin þá. Já. Rúni TV færin bara. Og Ríó Ferdinand þetta er í markinu. Það tafa hann leik. Já, svo var reyður. Þegar Englendingarnir var líka verið að henda þeim út á móti Portugal 2004 og 2006. Já, við byður. Er það svona passionate Englands fan í svona stórmótum að þeir eru alveg reyðir? Maður varði einhvern veginn, þú veist, ég get alveg viðkynnt að púlsinni á mig fór aðeins upp að þegar Argentína fór í gegnum England. Núna í ár. Já. Ég hef alltaf haldið rosalega Englandi. Og meira þess að leikun sem hann var að tala um Portugal 2004, þá ég horfa á þann leik í Borgarnesi. Þannig skallagri maður og ég var í eitthvað svona ferð með Eið og ég rík út brjálaður og hann eldi mig og spyr mig bara hvað varst ég með á þessu og ég bara hvað settir á þetta maður ég var ekki með neitt á þessu hvað heldur svona mikið með þeim og hann var reiður af því að sko John Terry og Frank Lampard vinir hans voru í landsliðinu og honum var saman það var bara það er nefnilega málum, en maður hefur átt margar góða stundir þess að maður hefur brjálaði fyrir framann. Ég gæti líka farið í sko, Newcastle Arsenal og 0-4 í hálfleik. Tíóti. Já, 4-4. Blessu sér minning hans. Bara vandræðilegt. Sko. Það var alveg mark þar. Þú fara úr einu í annað, orkan er bleika bensínið. Já, bensín, dísel og gleði. Það er orkan. Og þú þekkir það á bleika fallega litnum. Strákar, Víkingarnir voru hörmulegir í gær, við skulum bara segja, skulum bara spaða hér. Sérstaklega í fyriráleik. Já. Þetta var fyriráleikunni á Víkingum í gær, ég held ég sem búin að sjá flesta leiki með þeim í ár að þetta er að versta sem ég sé. Já, þetta var hryllilegur leikur. Það er líka þegar sko, þeir voru meira eins og svona óreint lið í Evrópu. Já, ræði óreint og ég gátt ekki sent á milli og það var bara eins og að vera stress í gangi, sem er skrítið því að þeir voru búin að vera mjög góðir í hinum Evrópuleikunum fannst mér. Já, þetta er dýrt tap. Sérðu einhverja leið út úr þessu, Albert Ingarsson? Nei, sko, ég var náttúrulega svolítið forrættur með þetta lið Borak og fór svona eins að skoða bara líka heima af alla áreikur þeirra. Þeir eru búin að vera mjög sterkir í Evrópu, þú veist, þeir eru ekki búin að tapa nefnum leik þar heima en í deild heima, ég skoðaði sko alveg síðustu 3 tímabil. 53 leikir, 4 töp. Já, ok. Já. Þeir eru mjög sterkir heima. Maður sá það á hópnum sem fylgdi þeim, þetta er alveg stuðning. Já. Það var svo skrítið, bara einhverjur 7-8 gaurar með einhvern bjór heltist yfir leikmennu og voru að fagna með þeim, ég bara, hvað er að gerast? Það var bara eins og eitthvað mót í sporthúsun.
Þetta var andlust, þetta var lélegt, þetta var einn alvesti leikur sem ég séð Víking spila á síðustu árum. Af hverju var til dæmis Valdimar á bekknum, Albert? Ég skil það ekki. Ég svona var einmitt að reyna svona í viðtölinu eftir leik við Sölva. Ég sá ekki viðtalið fyrir leik, við tölum innan fyrir þá, þú bendir mér að Sölvi taldi þetta bara vera sterkasta liðið. Gegn þeim, já. Já, ok, ég held að væri pottið maður að eitthvað meiðsli af Valdimar. Af því að mér fannst þetta uppleggi á Víkingum ekki ganga upp að vera með Aron Elís og Nikolaj Hansen svona sem í 2 frammi, þeir fara hátt með báða bakverðina og þeir fengu það bara í bakið í báðum þessum mörkum. Já, fyrsta markið á þessu Bóragliði var þetta virkilega vel gert. Já, þetta var, maður alltaf vonast til að VAR geti einhvern veginn komið mönnum út úr þessu í stöðunni, sko, þeir eru búin að minnka þetta niður 2-1, þá ver Aron alveg frábælega. Já. Og maður að segja, ok, sluppu þarna, svo kemur skot í mann. Ég var alltaf að vonast til að ég segja einhverja hendi þarna. Nei, fór þetta bara í magan á hann. Já, þetta verðist það bara, er skoðað, en maður svona var að því að 2-1 hefur verið allt annað en 3-1. Já. Og þau voru nálægt í að laga þetta eins, 2-3, það Gylfi skotið hana og einhver með lag framjá. Hvernig horfið þú á þetta, Albert, núna? Af því að Víkingar verða dæmdir út frá Evrópu. Þeir eru bara bestir á Íslandi og allt slíkt. Hvað heldur þú með Sölva núna? Ef þeir segja bara, herru, hann kannski ekki með þetta fyrir Evrópu. Fyrir Evrópu? Já. Nei, ég held ekki. Ég held að þú verður líka að horfa á bara hvað er búin að missa marga stóra póst út. Þetta rosalega áfætt. Sko, Elías var alltaf on fire þetta út. Óskar Borgþórs var svona leikbreytir í þessum Evrópuleikjum undan. Og svo er Tarik líka með Tarik alltaf bara eiginlega, já, hann er svona Evrópukallinn þeirra. Þannig að ég held að verða að horfa svolítið á það líka. Þið vil ekki voru smá slaka? Já, sjálfsögðu. Af því að þú sér bara munin, þeir eru með full lið í byrjun Evrópu, þeir voru bara óheppnir þetta út. Hvað voru stuðningsmenn Víkings segja eftir leikir? Þeir kíktu á fossinn. Já, voru þeir ósáttir? Já, bara svektir, þetta var bara lélegt, eins og þeir eru báðir búin að segja þetta. Það er einhvern snilling og var alveg sama hvernig hjá Víkingu spyr, þjálfaran eða leikmenn, þeir myndu segja það sama, þetta var bara ömurlegt. En það eru samt svona ákvörðun eins og þessi í gær. Mér fannst það of mikið fyrir Ármann að spila svona leik. Ég get ekki Valdimar er besti leikmaður liðsins, sko. Hann har bara byrjað alla leiki ef hann er heill. Mér varst líka í fyrra í Brömbi í seinni leikjum og báðanleikjum, mér varst mjög skrítið með Pálma en ekki Ingvar. Þú veist, það er svona ákvörðun. Þessar ákvörðunir sem hann hefur verið að klikka. Þú fær þetta vel í baki á þessu stíi, sko. Þannig en mér fannst, sko... Valdimar er frábær, það muna svona rosalega að hann byrja leikinn. Ég er bara ekkert viss að það. Nei, þú veist... Því að menn get ekki sendt á milli, það er ekki Valdimar að... Nei, en þú veist, láttu Valdimar hafa boltan 1-1 og hann springur þetta, þú veist, hann gerir eitthvað, sko. En ég er að segja, bara mistökin sem voru að gerast var ekki að því að, þeir voru bara lélir. Já, en svo, þú veist, þeir fáta víti, mér finnst það svolítið skrítið, sko, þetta var alltaf á leiðinu þetta víti. Þeir voru alltaf... Já, Gummi var búin að segja, með útsendingunni bara, verður víti. Fyrst hann dæmi víti á þetta, þá gat hann dæmt svona 3-4 víti. Nákvæmlega þetta var gerast í öllum föstu leikatriðum í leiknum hjá Víking. Það myndi svolítið á þína menn. Já, ég var stoltur að Bórakmönnum. Já, þetta við verðum náttúrulega bara að halda í vonuna, þetta auðvitað fótbolti, það getur allt gerst. Þetta er ekki búið, en þetta lítur illa út. Þetta er þungt. Þú veist, þá eru þeir bara út. Það er ekki Evrópa hjá íslensku liðum. Ég hef aðeins verið að flagga því að mér finnst fótboltinn hér á Íslandi, hann er spennandi. Engin spurning, hann er mjög spennandi. Það er mjög jákvætt. En ég hef verið að setja spurningamarki við gæði. Já. Og ég held að þetta kristallist aðeins í Evrópunni hjá okkur akkurat núna. Ég er ekki alveg sammála þessu. Því að mér finnst Víkingarnir múin að vera fínir í Evrópu. Þeir tóku þetta ungarsku meistarana sem er frábært. Já, og svo líka bara eins og í umfriðinu undan þessu. Þeir hefði alveg getað slegið út þetta svissneska lið. Þeir vinna á þetta heima. Þeir eru sko í staðin fyrir að vera 2-1 verður 3-1 sem var helviti hefi. Nei, 3-0 segi. Já, í staðin fyrir 2-1 verður 3-0. Það dó svolítið þar. Þegar þú horfðir á þann leik, það er tekið að þeim mark sem að mínum að þetta átti að vera löglegt. Þeir voru bara mjög góðir í þeirri seríu á móti svissnesku meistaránum, en mér finnst þú aðeins og harður hérna að vera að tala um að gæðin sé ekki nóg í Evrópu. Já, ég er ekki að tala um Víking, ég er bara að tala um bara svona, mér finnst bara heilt yfir. Já, deildi, ég fór mættu á leikundaginn með King Boas, ég fór á KR Breiðablik og þetta er einhver mesta skemmtun sem ég sé lengur, bara langan tíma, mér er bara gaman á vellinum. Já, ég er að segja, það er spenna en ég er svona að fara að efast aðeins um gæðin. Þá er ég bara að tala um þetta svona fyrir neðan 3-4, það er þetta grautur fyrir neðan. Keflingar geta verið kátir. Já, mér finnst það eiginlega svona 8 lið verri ár heldur en voru í fyrra. Og þá er erfitt að horfa á liðið svo fram sem búin að taka næsta skrif og hugsa, er þið mikið betur en í fyrra, er það öll hinliðin búin að taka sigri? Já, þetta er
svo er þetta bara, þú veist, spenna er alltaf skemmtilegust. Ég er alveg vissum að ég geti sittið með einhverjum körfubolta sérfræðinga sem þú segja að körfuboltaninn á Íslandi sé ömurlegur, en hann er alltaf spennandi. Hann er alltaf spennandi. Og þú spenna er eiginlega bara það sem maður er að sæki það. Já, ég er að segja það. Þannig að búbudúbudúbudúbu. Skoðum aðeins meir í Evrópudeildinni og sambandsdeildinni, fullt af Íslendingaliðum að spila, fyrir hratt yfir þetta, gerum það með löðri að sjálfsögðu, löður og doktorfútból, saman þrýfum við heiminn og það í áskrift. Heyriði, hérna, Auðun Blöndal, Besiktas, 3-0. Já, það er vel gert hjá þeim. Ég veit ekki hvað follow-up ég átt að koma með það. Lech Poznan vinnur Tún 7-0. Já. Mohamed Salah og félagir Trabzonspor tapa 1-0 fyrir Ferencváros á heimaðli í Tyrklandi. Það er óvænt. Já. Svo sá ég hérna, er hann ekki að Fenerbahce, hann Mason Greenwood, hann setti 2 sturlu mörk. Hann skor 1, já. Skor hann ekki 2? Nei, það var 1-1 jafntefli hjá þeim gegn Lyon á þriðjudag, miðvikudag. Já, ok, þá var ég að taka einhvern annan leik. Já, en skoraði gott mark í þeim leik, heldur betur. Þetta er eitthvað súrnað hjá Salah hratt. Það er ekki, þú veist, við vorum ekki hrifnir af þessu. Nei. Trabzonspor. Þetta var mjög óspennandi múl. Skrítið. Já. Það hefði mér þess að bara verið svalar að fara til Miami eða eitthvað. Einmitt. Já, Það ekki? Það er alltaf svalar að vera í Miami, sko. Já. Nú, Benfica með 3-1 sigur á AGF. Rúnar Alex hélt hreinu með Kaupmannahöfn. Fíla. Gamlegi Arsenal maðurinn. Midtjylland vinnur Rijeka. Já, það, þú veist, Brangir í jafntefli. Það var svona aðeins að reyna bara að hoppa yfir þetta og reyna að sjá hver Íslendingar voru hart skeru 20 jafntefli við Rapid Vín. Annars og Brighton gerði 0-0 jafntefli við Tromsø. Já, þau töluðum það ekki að þetta er trykkilegur. Það. En gerðu nóg. Já, ég klára þetta heima. Brighton var úti. Já. Já. Það er nóg að vera að þeir kunna selja Brighton. Þeir eru Auðun Blöndal fótboltans. Þeir kunna að selja. Þeir eru að fara að selja Jacoba Minte núna til Liverpool á 60 og... Það er einhver alvöru skátt þarna. Já. Það er nokkuð ljóst. Já, Það er eitthvað sem að spotta þetta. Þetta er hrikalega vel gert hjá þeim og... Íslendingur er í Evrópu, minna Tómas Bent, hann kom inn á. Já. 2-2. 2-2, jættulega. Farum okkur yfir í íslenska boltan. Förum við bestu deildina, förum ykkar heim, gerum það með kjarnafæði, allt á grillið. Svín á grillið, lamb, naut, allt á grillið, pulsurnar, þær eru bestar frá kjarnafæði. Varst þú að grilla? Nei, ekki neitt. Það er engin Henry Birgir í mér. Nei. Hvernig getur ekki grilla? Það er einfaldast í heim. Nei, sem ég get grillað. Já, ég kann alveg að grilla. Ég er bara ekki því. Nú lenni ég ekki. Viltu bara, eitt skrýtlastra sem ég heirt hérna í þessum þætti? Nei, það er tvennt og þú átt eiginlega bæði. Ok. Þú vissir ekki hver Birnir var. Mér finnst það ekkert skrítið. Það er stórfurðulegt. Það er eitt að hlusta ekki á hann, en að vita ekki hver maðurinn er galið. Og hitt að þér eru aldrei liðið betur en þú varst atvinnulegs heima þegar í tjálfisinn. Það líður öllum vel að fá borga þegar ég ger ekki neitt. Allt annað er bara líf. Nei, ég held að Dóri Átna sér sammála mér. Ég get tekið bara það. Ég get tengt við þetta, bara svo vita það. Ég myndi aldrei segja þetta upp á. Nei, nákvæmlega, þú ert ekki nógu góð fyrirmynd. Ég er ekki að reyna að vera góð. Ég er alltaf að reyna að vera fyrirmynd í öllu sem ég geri. Eftir ég hætti að djama, eða svona minkaði djamið, þá hef ég verið að reyna Þú sagði mér daginn og verið að auka það aftur. Já, ég er að auka það reyndar aftur, það er á rétt. Rista brauð með smjör og osti á hverju einasta hádegismat og horfa á Jeremy Kyle show. Fá borga fyrir þetta. Þetta var veistla. En við slum fara yfir í stórtíðindin í gær þegar Jón Þór Hauksson var rekinn frá Stjörnunni, fótbolti.net rifu upp tólið og hrindu í Lúðvík Jónasson. Hann var ekki sáttur. Nei. Og hann lætur stjórnina heyra það. Nú, hann talar Þetta er bara svo í ensku úrvalsdeildinni. Hefur þetta gerst áður í Íslandi? Að? Og reka að séu 3 þjálfarar á einum tímabili. Það voru ekki 2, Jökull og Jón. Já, en það er komið þriðji. Já, komið svo þriðji, já, það búið reyka 2 og svo þriðji er á leiðinni. Já, hár rétt. Já. Nú, Emil Atlason er mestu vonbrigði sumar sem 7 kílóum og feitur á atvinnumanna launum og hann vill losna við fullt af leikmönnum þarna, meðal annars Akureyringinn sem hann kallar Þorra Mar og svo segir hann Gustaf Kjeldsen, Guð minn góður. Já, þetta er pirraður. Já,
hann talar þetta séu feitabólur og mjög ósáttur. Já. Já, þetta bara, það samt allt í rugli á þessum klúbbi. Já. Það bara þannig og sko ég talaði það í stúkunni fyrir ári síðan að liðið var ekki í standi og það nákvæmlega sama í dag. Ungi leikmenn fannir annar Dagur Orri, Haukur Brink, Adolf Daði, kaupa leikmenn, vinna á leikmenn. Ég hef talað við, ég talaði við til dæmis Birnir Snæ fyrir tímabilið og það var bara frá honum komið bara, við ætlum að vinna, við ætlum að vera Íslandsmeistarar. Það var bara þannig. Þetta rönnir að í fyrra í lokin kallar þetta ekki alltaf smokescreen. Já, þetta var að sko í lok deildar en svo eru hörmulegir í úrslikenni. Já. En svo þetta út í þessum byggar mútið afturlíku, deildin er löngu farin. Þá hugsa maður með sér, stóri póstar sem farin í tímabil ætla að vinna eitthvað. Hvernig ekki trilltir yfir stöðunni? Að þeir sé ekki shapey, að þeir sé spila svona illa. Hvernig geta þeir, þegar þjálfararnir fara að væla eitthvað yfir því? Þeir eru illa þjálfa lið. Þeir eru ekki í standi. Nei, málið í dag líka orðið, það virðist vera eins og þjálfari sem fann að tengja leikmönnum allt of mikið. Jökull, þeir misti ekki bara þjálfari sem misti bara vin sinn. Hann spilað tölvuleiki við á kvöldinu og eitthvað. Og þetta saman, maður heyrði þetta líka í Kópavogi með Dóra, að það sé ennþá menn svektir að hafa mist Dóra. Þetta er svo mikið eitthvað svona. Já. Eru þið bara í Command & Conquer með að sæði var að einhvern veginn maður verið að taka game við Willum eftir ekki online eða sko við ég veit bara ekki hvað leik Willum gæti spila. Ég veit að ég hef verið að spila með pappa með gleraugu sína. Ég er að spila Doom með Inga Birni. Nei, ég tengi ekki við þetta. En sko þetta var bara, hann átti aldrei breyka Jón Þór sko. Þú veist, hvað var hann lengi í mánuði það? Já, 2 mánuði. Ok, allavega, á bara mjög stuttu tíma það lag gjössanlega allt út úr þessum klefa sko. Bara það sem maður heyrði, bara hann veit ekkert, þú veist, það bara komið úr klefan, vælaði ekki yfir, þú veist, aðstöð með sjúkra þjálfara, þú veist, ykkur er allir ekki að mæti leik. Það er ótrúlegt. Þú veist, hvað bull er það? Já. Nei, ef það er satt, þá er það bara ótrúlegt. Og svo sjáum við, þú veist, í síðasta leik, þá var konas Átna Marín á, Átni Markmanns, Átni Snær, já. Hún hendi ykkur að sneið, og í gær var konas Jón Þór sem hendi ykkur að sneið, svo mikið bull, sko. Já. Sko, auður, maður hittir alltaf reglulega garðbæðingar sem sakna þín úr samfélaginu því að þú varst þarna í sjarmerandi íbúð í Garðabænum og bjóst þar í fjölda. Ég var ekki sjarmerandi íbúð, en ég leið mjög vel í Garðabænum. Íbúðum mér maður viðbyður. Nei, hún var mjög, bara geðveikur garður og... Já, garðurinn var flottur, en svo var þetta náttúrulega, þetta var ekki heimil. Nei, þetta var... Þetta er sem að, ég man, þú varst einhvern mann að plugga hérna blómavala eða hverju svona það er, bara, það varst að segja, ég tengdi svo við, þú varst að segja, ef það er ungi drengir að hlusta, hendiði nokkrum blómum upp heima í okkur og gerði þetta heimili. Því annars er þetta bara eins og einhver rúmkóla og þannig var það hjá mér hérna í Garðabæ. Þetta var hræðilegt, ég skammaðist mér þegar fólk kom í mat, en mér leið samt mjög vel í Garðabæ. Ég leið vel, en svona bara staðan í þínu gamla bæjarfélagi. Saknar þess að hitta fólkið og taka undir það? Þetta er svo... Nei, ekki þannig, en mér fannst alveg gaman að fyrir utan náttúrulega Stjarnan vann Tindastól í körfunni fyrir 2 mánuði síðan, að þá fannst mér alveg gaman að hitta fólk úr Garðabæ. Það er lið alveg sem ég tengi við, þetta er hreist og skemmtilegt lið, vissulega, en mér finnst engin gleði hins vegar í kringu fótboltaliðið sem að er skrít og það er búið að vera í svolítinn tíma eins og þetta var. Stjarnan var eiginlega með skemmtilegustu stuðningsmenn og bara svona mestu stemningunni í kringu sig og þetta er búið að fara rosalega söður einhvern veginn sem er leiðilegt. Svo leiðilegt líka bara svona eins og hetjurna þeirra eins og, þú veist, Veigar verið ósáttur, Garðar ósáttur og þessi svona helstu stjörnumenn sem að þekkir ekki sáttir við félagið og annars líka. Sem er svipað og með Val. Já, það þarf að byggja einhverja brýra þetta. Það þarf að byggja einhverja kærleiksbrú í Garðabænum. En hvað getur tekið við þessu? Sko, ég man að ég sagði það hérna hjá þér, Hjörvar. Við tókum upp eftir að Heimir Guðjóns fór í Big Ben hjá Gumma. En mér fannst hann gefa stjörnumönnum vel undir fótinn þar. Hver? Heimir, já. Hann er bara þjálfari lengjudildinni, alltaf fyrir að tala um stjörnuna og þessi metnaðarleysi og virðist svona að setja smá pressu á Jökul. Þannig ég held að hann sé búin að horfa þess á svo stöðu. Það kemur ekki óvart og það væri svona... Þannig að það er með þína mennu upp, myndan samt? Já, ég held að. Það klára tímbil og... Þetta eru steady hands að fá Heimir Guðjóns og mann sem það gera. Ég held að Jón Þórs er fýtt þjálfari og að það er sýnt sig með skali að þú veist, hann getur alveg haldið vel utan hópin sinn. Það er bara eitthvað, þú veist, þarna fekk bara hópurinn að ráða. Við vorum bara enga við, tók hann aldrei. Þú getur ekki gert neitt og lappar inn í klefa, það var allir að móta þér og leiðu og kemur inn, sko. Já, Lúli Jónasar, hann varpaði inn sprengju. Strákur sem fekk tækifærið hérna hjá Dóttar fútból og hefur staðið sér vel. Lúðvík blessaður.
Ekki fyrsta sprengja sem Lúli hendur í. Nei, það svo tandur hérna. Lúli fekk að æfa með okkur 2009 þegar ég var í Val. Hann var í sporthúsinu, fekk bara að koma, halda sér í formi. Þegar hann og Willum ykkur vinnir. Herði, það var bara eins og hann væri fyrirlið, stjörnu leikmann, hann var að drulla yfir alla. Var hann góður í fótbolta? Sko, hann fekk eitthvað, hann var kallaður eitt inn í Verdensganga einhver staðar, hinn íslenski Ronny Jónsson. En svo sem fengum ekki alveg að sjá það, en einu sem var að spila með mér í pabbiðin fekk hann náttúrulega í Val, náttúrulega, þeir náðu vel saman. Það var einhver rautt spjald á móti Grindavík, staðan fyrir að labba bara út af, þá reif hans úr og ofan og spennti bís eitthvað í stúkuna og... Er þetta grjóthart? Það var ansið gott múf hjá honum. Já. Við slum halda áfram og skoðum leikina sem eru framöndan í bestu deildinni. Minna á það að múrbúðin, það pínu skrítin regla í gangi þar, það sama verð fyrir alla. Það er ekkert Jón eða séra Jón eða eitthvað slíkt, það fá allir sama verð í múrbúðinni, sama lága verð fyrir alla. Það engin elita. Þú þykist alltaf að henda ykkur á grammið og eitthvað. Já, heyrðu, er þið sama, ég ætla að taka þetta og setja þetta á grammið. Já, nei, þetta bara kostar 22.290, sama fyrir Albert Ingarsson og Auðun Blöndal. Já, ert þú búin að reyna á þetta? Nei. Þá, ég treystis ekki fyrir með Það er sama verð fyrir alla. Ég er hættur að hendi þetta eftir ég reyndi að kaupa Weber-grillið mitt með eitthvað svona pluggi og hann skildi ekkert hvað ég var að tala og spurði bara okkur kaupir ekki bara grillið á réttu verði og setur það á grammi. Já, það er bara góða punktur í það. Ekki gert það síðan. Nei, menn lifa og læra. Sjá leikina sem eru helgina. Það eru þetta aðalspennan er að K.A. Það er K.A.K.R. helgina. Gutti mættur norður. Já. Var það á bingospjaldinu þínu? Nei, það var ekki á bingospjaldinu mínu og hann meira tilkynni mér að bara þegar við erum í golfi daginn sem það kemur út. Já. En hlakka til að fylgjast með þetta. Ég vorkenni káringum að fá þennan leik. Já. Það er svolítið henni, alveg eins og United ef við fyrir kannski betur inn í ensku deildina eftir. Þetta er vont fyrir KR. Já. Af því að ég hugsa að verði stemming á vellinum, það er búið að gegja viður þarna, Smárinn að mæta, að ég held að þetta geti verið 1 eða X. Já. Já, sko, fyndið, þegar við vorum að taka hann uppbytuna þáttinn fyrir enska á þessu degi sem þeir tilkynnt. Allt inn fyrir Eiður sem var fyrir þátt fyrir að spyrja mig hvaða lið heldur að falli. Hann hefur aldrei verið eitthvað að spá bestum með áður, sko. Svo kemur þessi frétt. Ég veit að fyrir það fyrsta, þetta er bara risastórt fyrir K.A. Það er 100% Eiður Smári. Við sáum það bara þegar hann tók við FH. Menn Atli Guðna sagði bara, hann hefði ekki lagt skóna á hilluna ef Eiður Smári hefði haldið áfram með þjálfun. Já. Þannig að, manager Báns verður ekki mikið meira en með Eiður Smára. Mér finnst þetta svona stórfurðulegt. Þá er ég að tala með að Hatti sé ennþá hana. Finnst mér smá skrítið. Já. Er ég svo einu það? Já, ég bara veit ekki. Ég held að Eiður bara vilja hafa hann með. Það? Af því að ég vitni í Sævar Péturs í gær, hann sagði að Hatti opnaði það að kæmi ykkur inn í teimi með sér. Hann þyrfti að gera ykkur breytingar. Og allir tala um þessi virðingavert hjá honum. Já. Hvað veist þér það? Er það virðingavert? Var ekki bara virðingavert þegar HC og síðan 12 búin að vera neðar hlutunum öll þessi 3 ár liðið búið að vera lélegt alveg fyrir vekk, er ekki bara virðingavert að stíga til hliðar? Jó, kannski ég held að vera drauma dæmi svo þegar ég var í Brasi í mjólkursamsölunni og þess að vera rekin ég bara, ekki bara betra að fá okkur með mér. Ég baði það í burt líka. Ég sagði bara, ég ætla ekki að stíga frá á laginnum. Það lítið ekki hjá mér, ég vil fá aðstoð. Já, nákvæmlega. Nei, ég veit alveg hvað þetta fara. Mér finnst þetta samt, jú, virðingavert ekki. Ég allavega, það fyrir ekki á milli mála. Hann dýrkar klúbinn, maðurinn, og ég held að það sé bara sterkt múf að hafa hann þetta með. Af því að hann þekkir alla leikmennina, hann er búin að vera með þá í mörg ár og það getur aðstofað Eið og allar. Já. Ég held að þetta sé bara aftur, ég sé að koma inn með Jökul og Stjörnuna og Dóra og Breiðablik, ég held að bara vinskapur Sævars og Hatta sér og það mikil, þannig að hann bara erfitt með að taka þessi ákvörðun. Og ég held líka að geta orðið vandralt fyrir Hallgrím að vera þarna í kringum núna. Allt í hennu sér hann bara eitthvað, ágæð sem hann ekki búin að sjá á æfingum bara heil lengi, sko. Þeir menni eftir að stiga vel upp núna. Það er Eiður mættur. Já, þú meinar hvar var þetta bara í síðustu viku? Hverjir eru þið? Sko fleiri leiki sem eru þarna eru þetta spila klón. En hverju svaraður þegar Eiður spurði hverju falla? Já, hann spurði Albert. Eiður segði það? Já, ég sagði að IBVF Þór myndi falla. Ég sagði að það var ómikil gæði í F og K til þess að finna. Það verður áhvert að sjá hvernig það er. Leikin eru klón 5 á sunnudaginn, það er að segja 4 leik klón 5. Það er Newcastle Liverpool 3:30. Ég hefði bara haft þess að leiki 17:30 eða eitthvað, en þetta snýst afleika að koma liðunum heim utan að landi. Stjarnan mætir Þórsurum með Olla við stýrið.
Jú. og Skagamenn fá FH, það verður einhver leikur, Skaginn FH, það verður Jói Kalli að mæta á Akranesi, ég held að býr hann ekki örugglega á Akranesi? Jú, Segðu það bara 100%. Keflavík Vestmannaeyjar, 2 sjómannasamfélög sem þarna mætast og svo á mánudaginn Breiðablik Fram. Já, mikil spenna á botninum og Víkingarnir, það er náttúrulega spurning hvort að þeir verið í það er ekki búið frestaleiknum þeirra. Nei, hann verður spilaður. Hann verður spilaður. Er hann sundaginn? Hann er á sundaginn. Okay. Við erum að skoða sofaskor og þeir segja postponed en það er bara alls ekki rétt. Þá leikur bara verður. Þetta er orðið skrítið þegar maður er alltaf að skoða einhverja aðrar útlenskar síður. Ef ekki bara að henda okkur úr bestildri. Verður ekki farið yfir í enska. Verður ekki bara farið þar. Volt með Dr. Fútból. Já, Volt pantaði bara að fá þetta beint heimtíðin. Sko, Auðun Blöndal. Þú þekkir það að eiga vín í Premier League. Bara, þegar þú kynntist Eiði Smára fyrst, varstu bara, ég ætla að gera hennar manna víni mínu. Ég veit ekki hvort ég að hugsa það þannig, en mér finnst allavega ekki leiðilegt að vera í kringum hann. Nei, var ekki leiðilegt, þú veist, það var leiðilegt fyrir þig að vera eitthvað í kringum Chelsea og allt þetta og Barcelona og allt svo. Bara þakka Guði fyrir að voru ekki konið samfélagsmiðlar að ná sem tíma. Hvernig kannt þú við þann Auðun Blöndal sem var þarna fyrir 20 árum síðan rúmum? Ég myndi ekki nenni að hanga með honum í dag, ég veit ekki neða. Þetta er ekki maður þér að skapi í dag? Já, svona aðeins hann var aðeins of mikið. Það ég að vera hreinskilinn. En hann vildi vel samt. Hann vildi vel og hann sá þarna hæfileika í Good Johnson og spottaði þetta langt á undan öllum öðrum. Það var svolítið þannig. Það var svolítið svoleiðis. Ég ætla að sýna ykkur eitt hérna. Talandum að spotta hæfileika. Ég ætla að sýna ykkur vídeo og fyrir ykkur sem að geti, þú veist, auðvitað flestir eru að hlusta á Spotify og iTunes, en ég er hérna með mynd sem að Róbert Haraldsson tekur af Tómasi Óla, syni sínum, sem er auðvitað miðjumaður í FH í dag. Hann segir, hér er Tómas Óli með markaðasta leikmanni mótsins, Viktor Munoz, munið eftir þessu nafni. Hann skrifir þetta 28. maí 2014. Og Viktor Munoz er í dag leikmaður Liverpool. Sko, Robby Haralds er fyrir þjálfari og þekkir þetta allt inn og út. Þannig að Robby sér þarna Viktor Munoz, hvað ætla hann að sé þarna? Þeir eru hvað, 12 ára eða 10 ára eða hvað þeir eru þarna? Býtu, er þetta Tómas í FH sem er meðan mann? Já. Ok, af því að þú var að spyrja mig áðan hvort það verið Tómas Óli eða Tómas Orri. Hann er 11 ára. Ég held að tala um Tómas Óla. Það eru tveir hana, en það er Tómas Orri. Já, Tómas Orri fyrir ekki. Hérna Robertson fyrir ekki. Já, ok. Hann er 11 ára. Eru 11 ára? 11 ára hana. Já, og bara hann kallar, munið þetta nafn. Já, ok, hann kallaði þetta bara. Þetta er rosalegt kall. Já, þetta er alveg kall. Já. Kannski ég bara byrju þetta á bara Liverpool. Eru þið, sko, Albert, ég meina, þeir eru að Jakoba myndi, það er svona, ákveð er búin að heyra svona lítið Barcola síðustu kannski bara vikun. Já, nákvæmlega. Það svona er að ég svona sem Arsenal-maður er svolítið ánægð með það. Ég held að þetta. Heldur að þetta í á Liverpool? Já. Ég var samt eitthvað að lesa þetta aftur í dag, komið aðeins upp aftur umræðan Barcola og hann Mbaye hjá PSG og Jan kom bitið, þetta er bara þessar stöður sem við þurfum í, það þarf bara breyturinn að vera í þessu, bara það þarf að leikmenn í alla stöður hjá Liverpoolinn að vera. Þetta er rosa svipað með hérna Ísak í fyrramunni. Það var alltaf að vera orðan við og svo gerist það svolítið seint. Tímabilið var að byrja, ég held að vera svipað með Barcola. Munuð þegar að aðrar deildir tók og raskelltu Premier League, þegar Premier League ákvaða eftir allt vælið í Wenger að það ákvaður að loka gluggan sko þegar mótið byrjar. Já. Þannig að það voru rosalega verðbólga á öllum leikmönnum sko. Já. Og svo bara, Premier League er úr þessu. Þannig að við getum bara að fara að díla hérna núna á milli okkar. Og að sjálfsögðu á glugginn alltaf að loka á sama tíma allstaðar í þessum stóru deildum. Já. Nú, já, það er sko... Ég er eldri heldur en þjálfari Liverpool. Þú ert eldri en þjálfari Manchester United, þú ert eldri þjálfari Brighton. Mér fannst ég eiga eitthvað, mér fannst eins og hann væri svona 47, 48. Sko, þú ert eldri en eins og Maresca líka. Það er eitt þegar ég man, það var rosa svona momentir, ég sá að ég fann að tilbyða menn sem voru miklu yngri en ég. Sko ég meina, þú varst að horfa á bara Beckham og alltaf þess að gauðra og bara, veist, Brian Robson og eitthvað, þú varst alltaf að líta upp til manna. Svo var þetta rosa skrítið að tilbyða menn sem eru yngri en þú. Og núna er ég bara eldri en þjálfararnir. Já,
Það er fáránlegt, ég Já, sammála því. þetta er ekki hægt. Þetta er fáránlegt auðvitað. Ég er alveg sammála. Þetta er glórulaust þjálfarinn hjá Liverpool, Arsenal og og Hvað er Arteta gamall? Hann er 82 held ég. Já. Þú veit skellur það maður. Það er mikið skellur. Þetta er ekki góð byrjun á þessu föstu. Nei, þetta er ekki góð byrjun, en góð byrjun á þessu föstu fyrir Curtis Jones, hann er gengið til liðs við Inter. Já. Stóra fréttir þar, öflugur leikmaður, þeir eru auðvitað að fara að spila á móti Newcastle. Það er búið að ganga mikið á hjá Newcastle í ár. Hvernig er rétt að bera fram nafnið á þjálfarinn? Þjálfur á Newcastle? Já. Ég veit ekki eins og hvað hann heitir. Hann heitir Jasle. Mattias Jasle, held ég að sé rétt að segja frá þessu. Eiga er leikmenn í hennan leika? Newcastle? Já. Sko, ég var að skoða byrjunlega hjá þeim í dag og þetta er allt í lagi. Fyrst 11 er allt í lagi. Þú veist, Ósúla endaði tímabilið fínt í fyrra. Þú veist, Barnes vinstramenn er langa vissa á Ósúla. Þetta er allt í lagi. Bamba sem kom frá Monaco, hann flottur í frönskudeldinni fyrra. Wow. Þannig að það er búið að taka mikið út úr þessu liði, en fyrstu 11 er allt í lagi samt sem maður. Þeir þeir ekkert að versla á móti öllu sem er að taka? Mikið af ungu leikmenn komaðan inn. Sko, spáðu hvað gaman að vera eyðusmári, af því þú getur sagt allt með svo miklu sjálfströsti. Þú getur sagt, ég hefði frekar tekið Joe Linton en Bruno Guimaraes. Allir aðrir hefði bara, ef einhver annar hefði sett þetta, einhver í Dóttarfútból hefði sett þetta, menn er bara, hvað er aðeins sem gaur þarna? En þú veist, þannig er gaur sem er búin að spila leikin og þekki leiki og þekki geimið og er ekki að skoða einhverjar nörda stats, heldur bara hver er að vinna einvíin, hver er að geta skrifa völlin, hver er nógur höstur og sterkur þarna á miðsvæðinu. Þú veist, hann talar Joe Linton sem mikilvægari post í þessu Newcastle-liði heldur Bruno Guimaraes. Já, ég skal alveg viðurkenna þótt að þetta var Eiðismári og þótt að hann við spilað, ég hugsaði þetta samt sko. Hvað er það sem gæja hann? Ég tekur ekki Joe Linton fyrir eitthvað Bruno Guimaraes. Já, en þú veist, hvort væru til að mæta á miðsvæðinu? Hvort væru til að hafa hlaupandi á þau á flegiferð? Hverju verðum að mæta? Í heilt yfir vil ég freka mæta Joe Linton heldur en Bruno Guimaraes. Heilt yfir. En í slagsmálum myndi ég freka vilja mæta Bruno heldur en Joe Linton. Og stánaði með Bruno-köpinn? Já, mjög. Komur óvart, sant? Mér finnst ekki eitthvað svæði sem Arsenal þurft að styrkja, en já. Þetta er svo sem ekki stór nöfn sem hafa komið í liðið hjá Newcastle. Ekki engan. Nei, hans Sjón Stóir frá Ajax, það var frekar stórt. Hoffenheim, strákur, Túri, Vingar, ég veit það ekki. Nei, þetta er eins og segir, þetta er ungi leikmenn, Sjón Stóri er 18 ára. Þetta er sem að maður veit og lítið hvar maður hefur þetta Newcastle. Já, þetta verður... Þeir eru að Liverpool í fyrsta leika. Þeir eru að Newcastle. Já, Newcastle á Liverpool, ekki? Já. Þetta var einn af leikjum tímabilsins fyrra. Já, og sko, hafi alltaf verið geggjaði leikin, Liverpool Newcastle. Hann verið sýndur á Fossinn. Já, hann var að sjálfsögðu þar ætlum við að koma okkur vel fyrir ég og Auðun Blöndal og horfa á hana leik en til að sitja með okkur. Endilega. Og það verður þannig kannski að fá að koma því á framfæri, nú að fara að taka upp auglýsingu með og eftir. Allir United leikir og nú Liverpool leikir verða sýndur á Fossinn og ef að Liverpool eða United eru yfir og þá er Karlsberg á 950 og Light og Happy Hour. Okay. En þú verður samt með leikin í kvöldi ekki klúa 7? Jú, hefur hann ekki? Hann verður hljóðlaus. Já. En sko, svo er ekkert svona Arsenal-díl. Arsenal eiga herbyggi. Ekki nóg stórt. Arsenal fá VIP herbyggi. Fá að vera inn í herbygginu. Svolítið stórt. Fara inn í herbygginu. Þeir eru þá að fara yfir Arsenal-leikin því að Essi Konsa sem er að vera 29 ára gamall er á leiðinni. Já, ég er bara að segja staðreyndir hérna. Hann er að vera 29 ára gamall. Líður er eins og Hjöppi hati Arsenal. Já, ég var með þessi flugi heim með Hjörvar eða sem að einn kona kom og kallaði hann Arsenal hatara. Já, mjög gaman því og tók undir. Hvernig tekur Arsenal samfélagið í Hjörvar? Vel, mjög vel. Það er ekki verið að spyrja því. Það er ekki tekið betra á móti mér heldur en á Selfossi. Já, ég er að spyrja AI. Já, Tommi tekur vel utan Hjörvar. Já, hann er hann ekki svolítið kongurinn í samfélaginu, Tommi Grús? Ég held að flest Kjartan Björnsson, við tölum oft saman á Facebook og það er rosalega kærleikur þarna milli. Ég held að flesti sé fannar átt að segja því að hann sé bara næs okkur, hann sé okkur sko. En sumir hafa ekki húmor fyrir þessu. Ég er mjög gaman. En þessi koncept 29 ára gamall að verða 51 miljón sterling. Það er nú ekki oft sem að Auðun Blöndal þagnar. Ég er ekki ágætis kaupsamt. Segð þú mér. Já, hann á góð 5 ár, 6 ár. Þetta, ég meina við hefum ekki tatað þessi kaupi í United, það verður við ekki næst. Þú vilja þessi konsa? Já, ég verður til það. Og þú líka. Já. Ég meina Arsenal bara varð að taka þennan díl.
Það bara, ég hefði alltaf viljað Konsa Það er rosa- já, en- frekar en Kvansa. Þetta er skemmtilegur leikmaður, ég er alveg saman á því að þetta er góður leikmaður. Hann er góður. En þetta er svo rosalega breytt þarna. Þetta er allt stórir strákar í vörninni hjá okkur. Það á bara að spila með stóra strákar Þá bara að spila með stóra. Ég held að það sé með ástæðan fyrir að, þú veist, eins og Mosquera hefur alveg verið fýtt þegar hann hefur leist Saliba, en hann er, þú veist, hann er hávaxinn, en hann er ekki jafn kjötaður og Saliba til dæmis. Já. En þú verður bara að horfa hægri bakur á stöðuna og þar ertu bara með rosalega injury prone leikmenn í Ben White og Timber. Og þá getur eiginlega ekki, sérstaklega eftir að Saliba meiðist. Arsenal eiga það spáði þeim nú flestir titlinum, þeir eru konum með alvöru breytt. Hefur séð spá einhverjum öðrum til? Nei. Sem setur alvöru pressu á Arsenal. Já. Saknar ekkit litlu bakur hana, Kieran Gibbs og þú veist, Nei, ég saknar ekki neitt. Santos og hvað hétt skoski strákurinn að það hjá okkur sem er alltaf meiddur. Skoski strákurinn? Já, Tierney. Já, saknar ekki þess Nei, ég saknar ekki neitt. Og ég fekk alveg ágætis upprýjun á mörgum leikmennum sem ég sakna ekki neitt í gerð því að ég var að vinna í þessu lista. Bellerín er einn af þeim. Þeir mæta Coventry Bellerín? Hvað fór hann ekki til betið? Hvert fór hann? Hann ekki plönta þetta. Þeir mæta Coventry sem hafa verið duglegir á félagskiptamarkaðanum og Ég held svolítið með Coventry út af Lampard. Ég fíla Lampard, það er toppmaður. Já, Frank Lampard, já, þú náttúrulega kynntist honum bara. Já. Gerði lítið fyrir og kynntist honum bara. Það væri svona, ég þurfti ekki að hendi huge fan, ég myndi hitta hann myndi kalla nafnum mitt og við myndi takast til spaðan. Já, þetta væri gaman að það væri allavega gaman að vitna því. Já, ég myndi ekkert hata að þú erðir vitnaði. Það hérna? Já, ég held það. Allavega hér alveg. Já. Það væri svona, áti. En heldur þú myndi segja, you're right, og lappa svo framhjáður. You're right. Nei, hann myndi spyrja með eins út í. Ok. Hann myndi spyrja út í eið og eitthvað svona bótitt. Það kemur ekkert óvart ef Rice myndi byrjanleik. Við ekki tala um að hann myndi ekki spila neitt bara fyrir eftir fyrsta landsleikahléð. Það kemur ekkert óvart að myndi bara byrjanleik. Ég er að segja ykkur það? Ertu hrædduð hann að leik? Ekki neitt. Ég væri hrædduð hann fyrir þína hönd ef þetta væri á heimaðli Coventry. Nei. Jó, fyrsti leikur nýkonur upp og svona, hvað meinar þau? Erum við svona að fara í lið sem er nýkomið upp Mar, eru vinir Dr. Fútból, þar er það einmitt okkar maður, Tómas Þóroddsson og ég ætla að reyna að borða fisk að lágmarki 5-6 sinum í viku. Ég ætla að fara oftar á Mar. Alla metunni. Já, það er sturglaður veitingastöður. 5-6 sinum í viku ætla ég að borða fisk. En þetta er núna þetta svona að reyna að vera fyrirmynd leikþátturinn. Já, ég ætla bara að vera að borða fisk, það er bara mjög mikilvægt. Vera fyrirmynd. Já, alveg rétt, þú fórst þetta, það var svo annað. Ok, ég hef hneykslast að það er oftar en tvisar. Hvað, getur ekki borðað bara sturlaðan fisk? Já, þetta er, gleymdu þessu. Nei. Þú getur ekki hjálpað Það er ekki að vinna hennar bara það. Hull á heimavelli af því að þú talum að væri vest í heimi að mæta Þetta er ekta United að fá þetta. 1-1. Já, kemur ekkert óst. Ég er ekki að grínast. Þetta er vesti leikur sem United gæti byrjað á. Það hefur verið betra fyrir okkur að byrja á Arsenal úti. Já. Og ég meina það. Af því að þetta hullið, það er pottið að fara að falla. Já. En það verður allt vittlust þarna í hádeginu morgun. Reyndar skárra þetta sé í hádeginu, viðurkenna það. Já. Þetta sé ekki setni kvöld eða 5-6 leikur eitthvað svona. En bara, mark my words, United tapar stigum þarna. Hvar eru styrkleikar Hullar? Ekki hugmynd. Bara þessu nýkomnir upp, stemming á vellinum og þetta er United. Já. Hafði þetta verið Hull Everton, þá hefði þetta verið örugur Everton sigur. Já, ég skil hvert þú ert að fara. Við sjáum sko að menn er svona að tippa hvernig liðin byrja þetta, margir sem setja Leni Jóró þarna inn með Harry Maguire. Þú ert ekki aðdóndi hans. Jú, Leni Jóró í 3 manna og 2 manna eru 2 ólíkir leikmenn. True. Þannig að Svo ég er ekkert frá því að Heavens er bara betri leikmaður heldur en Jóró, allavega ekkert mikið síðri. Já. Heitin Heaven. Hann er hins vegar leikmaður sem er verri í 2 manna teimi heldur en 3. Já, var frábær síðustu leiktíð, sjáum hvort hann haldi áfram sem frá var horfið. Þeir eru með Júri Tílemans og Andrei Santos saman á miðsvæðinu og svo er það Búm og frammi. Já. Þetta er náttúrulega ekki staðfest. Þetta er náttúrulega alls ekki staðnist, þetta eru menn bara að tippa á hvernig við byrjum. Já, ég sá allavega Sesko, hann á að vera í hóp, hann er það næfa. Já, Kobi Mainu menn gera ekki ráð fyrir hann byrji þennan leik. Nei, svo kom það gríðalega óvart að með svo Mount, hann mittist einhvað aðeins þannig, hann verður ekki með. Nokk, sem að vanlega tekur vennilega mann 3 daga, það tekur hann svona 403 daga. Það er bara eins og við séum með Gauri Núra Unbreakable hann myndinni, hann brotna við allt. Þannig að alltaf meittur, sem er pirrandi því hann er góður. Já, sko segja ykkur það, Benjamin Sesko klári í slægin. Hann er búin að setja vöðu á sig. Já, hann er búin að kjöta sig vel maður. Búin að kjöta sig fyrir tímabilið. Af hverju er Kobi Mainu ekki að byrja í United? Þetta sé bara, hvort það sé alveg fully fit. Ok. Ég held að sé eitthvað svoleiðis
Baleba mögulega á leiðinni, Baleba getur líka hoppað í vinstri bakvarðstöðuna, náttúrulega örfættur þannig að Ertu alveg sáttur með þau kaup? Af því ég held að Sko, það er þú búið har sagt skátt- allavega 5 sinnum bara Guðsjö lofi keypt mikið Baleba. en það er búið skáta hann svo rosalega að maður verður bara að treysta þessu manni sem að greinilega ætlar ekki að gefast upp á þessari hugmyndum en að strók. Það sem ég er að vona er að því að hann var búin að samþykja að koma í fyrra í ágúst fær ekki draumamúið sitt á lélegt tímabil. Ég er svona að vona að þegar hann er mættur svo núna til United þá er hann 150%. Þetta hefði bara verið hausinn í fyrra. Ég er að vona Maður að vona það. Kíkjum á aðra leikir, það eru 3 leikir klukka á laugardaginn og það er mjög spennandi. Nottingham Forest, Leeds United. Albert, hvað gerir liðið sem Nottingham Forest sem er fullan sko, leikmannahóp af kantmönnum hjá manni sem spilar ekki með kantmann? Það er bara nákvæmlega málið. Þetta er ekkit hópur sem að hendar Glasner eitthvað sérstaklega vel. Já, Glasner Já. En ég, sko, þeir stilla hins vegar upp Nico Williams og Aina í vangbakvarunum og það er fínir vangbakvarir. Ég er bara það mikla trú á Glasner og ég hef ekki á... Heldur að finna einhverju lausnir á þessu? Já. Heldur að hvar getur þú notið Callum Hudson-Odoi? Svona í einhverjum 2 tíum eða... Já, og líka ábygglega eitthvað sem vangbakvarið. Sem vangbakur? Já. Serðu hann hlaupa fram og tilbaka? Ekkert endilega, fram og tilbaka, en í ákveðnu leikjum þar sem hann getur liftið einum að sem vilja. Er Nottingham Forest stærra lið en Crystal Palace í dag? Fannst ykkur þetta skref upp á því? Já, það er náttúrulega miklu... Meiri peningur að það? En haldið að hann ekki hugsa að hann myndi fá stærra heldur en þetta? Ég held það nefnilega. Jú, Maren Ægis, hann borgar vel, sá gríski. Og reyndar þetta gæti verið, því að þetta er peningur að hann gæti... Það er eitthvað sem segir mér að Blöndal fílir Maren Ægis eiganda. Ég hef gaman að svona trúðum, vissulega. Þeir eru líka með kaup hann sem ég er mjög spenntur fyrir. Diamandi Hafsen. Það er svona leikmaður sem er búin að fylgjast mikið með og var orðaður oft við stóra klúbba og sporting hann. Ég er góð tilfinningu fyrir rosalega jákvæðni í kringum lítslið fyrir þessa leiktíð og þetta eru auðvitað 2 lið sem var það í svona 3-manna systemi sem er að fara að mætast þarna á morgun og þeir með Nico Williams og Óla Aina þarna á sittkorum kantinum. Ég held að þetta verði góður leikur. Ég held að verði algjörlega frábær leikur. Ipswich Sunderland sem að rifa upp veskið og Ipswich eru að herma eftir þeim núna bara kaupa. Ipswich Sunderland, þetta er svona rosa eitthvað 90s. Já, þetta er alveg leikur. Já. Þetta er svona hjammaleikurinn. Já. Hvað kallar þetta? Pjúrista? Já, þetta er svona pjúrista leikur. Algjörlega og svo Everton Crystal Palace. Þarna eru þeir að mætast, auðvitað mennir sem skiptum lið, Brennan Johnson og svo Dwight McNeil. Þetta verður tilfinningaþrungin stund þarna á morgun. Svo er það Brentford að mæta nýríkum Tottenhamunum. Já, hvað er að gerast í Tottenham, maður? Ég segð þú mér, það er bara, þeir voru að kaupa Savinho núna. Já, hvað, 75? Það var þetta 80 ekki? Hvernig má það vera? Bókaldsviff. Já, þetta er bara það? Já, bókaldsviff, svo kemur hérna Marmúsa okkar minna. Hérna eftir eina stjúku. Já, ég skilja. Það er svona... Þetta er mjög skrítið að hann sé að fara á 75-80 miljónum pund ekki búin að geta neitt í 2-3 ár. Nei, þetta hafa verið þessi 2 mörk í 53 leikjum deildinni. Þau hafa heldur betur verið góð. Þetta rætti þetta við Hjálmar og hann var verulega sáttur við þessa. Já, hann stemdi á fyrsta sætið eftir þessa fréttir. Hann var tvítað í morgun. Þeir eru allavega konum með alvöru miðju, Spurs. Það verður gaman að fylgjast með Tottenham núna. Ekki það, mér finnst einhvern veginn alltaf gaman að fylgjast með Tottenham. Ég held þið þurfið samt betri markmann. Já, þetta er eitt. Ég er að segja það, umræðin fyrir vel á flug eftir hennileg, Hinski eftir að gefa mark. Vandamáli við stuðningsmenn, þegar markmenn eiga erfitt, þá eiga þeir stuðningsmenn til að forherðast með lélugum markmanni. Og bara svona, við verðum að bakka hann upp og hann er okkar maður og allt hann. Hinski í markinu, þú ert búin að setja allan pening út á völdin, sko. Nei. Hver eru frammið þarna? Það er nákvæmlega punkturinn. Það er frábær punktur í auðvunni Blöndal. Hverjir eru frammið þetta? Hver byrja frammið? Þú veist, það vantast frammið Ég meina, Richarlison meiðist það mikið. Svo leikinn á sundaginn Brighton, Aston Villa. Aston Villa, það er búið að heldur betur ráðast á þann klúbb. Þeir eru samt ennþá með ágætis lið þannig lagað, en það er svoleiðis. Garnaccio mættur. Verður hann ekki ógnandi þarna bak við línuna? Er það ekki? Hann verður, ég verði alveg til að setja pening á að Garnaccio klárar ekki tíðanbili með Aston Villa. Skemmtileg típa samt. Alveg viðbjöður.
Já. Hræðileg típa. Hræðileg típa segir að Manchester Það eru hæfileikar í honum sko. Já, Manchester City fá Bournemouth í heimsókn. Þar eru við auðvitað meina nýja hafsend þarna hjá Benfica sem er komin að Silva. Antonio Silva, já. Svo sem fór svolítið undir radarinn því að það var allir verið að tala með Araujo hjá Benfica sem byrjaði fyrsta leikin hjá Portugal í ár í á HM. Hann hefur svolítið tekið fyrirsagnar en verður þetta erfitt tímabili á City? Sjáu samt að lið hjá City, þetta er samt gott lið sko. Þeir eru með að vantar ekki mannskapin. Svo er náttúrulega Enzo ég geri bara ráð fyrir Enzo ég geri það. Þannig að þetta eru leikirnir í enska Djöfullari peppar þetta sé að byrja. Boltanum, já, frábært að þetta sé að byrja. Eina jákvæða við veturinn hérna og Karvan. Í myrkrunu og ógeðinu. Eina hvað Blöndal, þú veist. Það var þungt. Já. Mér finnst bara leiðalt að sé að fara að hausta. Fyrir utan náttúrulega enska deildin og Karvan byrja. Og mér finnst oft Kósi blómstra mitt á haustinu. Mér finnst það eiginlega mín svona þegar hann tekur í rólega sunnudum. Með teppi og setur á playlistan sinn og Kósi blöð. Já, reyndar sem er ágjörna svona neikvæðni. Já, ég ætla að láta þess að ég hafa ekki heyrt þetta. Nei, ég tekið þetta tilbaka. Við slum fara í nei eða já með Einari á. Þetta er allt saman að bresta á. Já, Einar á í hættulegustu götunni Dalveginu. Já, þetta er eitthvað gömul mynd af mér hérna. Fá okkur velun? Nei, ég var ekki afhenda velun. Já. Já, ég fann flotta myndir af strákunum Auðunni Blöndal og Albert Ingarsen. Þið búin að setja upp fantasy-lið ykkar? Nei, ég er hættur í fantasy, ég hætti fyrra. Vá. Ég var ekki með því fyrra. En af hverju hendur ekki inn liði nú? Hefur gaman að þessu. Hvað hef ég langan tíma? Ég er náttúrulega með því nægan tíma. Já, 1730. Þú eru dútlaðir í þessu milli laga. Skoða þetta eftir. Sett á gott lag og skoðað fantasy auðvitað hjá Epic. Herðu, var tímabilið hjá auðvitað í Skallagrim uppáhalds tímabilið býtu. Já, var það uppáhalds tímabilið þetta á ferlinum? Já og nei. Það var mjög gaman með stólunum þegar við fórum upp en það sem ég var gaman við Skallagrim var að basically fara þetta í algjör óvissu og þekkti lengaðar og kynntist hellinga af algjöru snillingum með það reyngalega gaman. Já, ert þú til í að leggja gamla góða 200 kallir undir að Manchester United endi fyrir Arsenal, Auðun? Nei. Ég hef ekki til í hann 200 kallar mótið þér. Það er fyrsta skipti sem ég fer svona í efri stjættina. Sjólis, meira en 20 GA í deildinni. Albert? Nei. 10-15. Nú, Björn Teitsson sem er einn af skörpustu doktorfútbólleikmannum, hann spyr var Atli Björn Leví, samgöngu verkfræðingur bestur í 1980 árgangi Tindastóls? Við vorum mjög svipari og hann og Atli Ingi Elvar hafði verið bestur og ég og Atli næst bestur. Finnst, maður sjá, fara aðeins ofar, finnst Auða, Ralf Ragník sá besti sem hefur þjálfað United síðan Ferguson? Alls ekki. En ég var sammála í 100. sinn sem ég segi þetta. Ég var sammála öllu sem hann sagði hvað er að gerast bak við tjöldin hjá United. Og það var sama Mourinho sagði. Já. Nú, Auður Blöndal verður í quiz í ár. Jón Ablin verður þar líka. Já. Verður í quiz. Það gæti orðið stutt inn koma hjá mér og Ablin. Sjáum til. Ég er með svessa, ég vona að vita eitthvað. Sjáum til, hvort við vitum eitthvað. Nú, er Auður Blöndal með skincare rútínu? Það er ég ekki með, sem sést öruglega. Nei, það sést nefnilega alls ekki. Ég þekki enga, þú ert fyrirmynd fyrir alla kallmenn á okkar aldri, sko. Hún að vera solid bara í 15 ári í standi. Það er ekkert annað. Birgir Örn Hjörvarsson, steiktan lauk á hambúrgara. Já, það er crunchy feeling. Nei, segir blöðarinn. Ég tek pulsum öllunum að steiktum. Nú, má ég sjá, er útsið með Adnan Jan og Sæfinni Ballon d'Or. Ertu búin að gefast upp á þig bara? Ég borgaði allir 100 skall fyrir nokkrum árum þegar það voru liðin þessi 10 ár frá því ég sagði þetta. Já, það var, svo náður einu sinni að setja bölvun á Pato. Þegar ég manlega eftir að hafa verið með þér á Players þar sem að þú veist að tala um að þessi Pato yrði nú líklega fljóðlega besti leikmaður í heiminum. Og ég man þess að þú sagði, herru, vá, eitthvað veit kallinn fótbolta, þetta er ótrúlegt kall þar. Ég man varst að gera grín á því þegar ég sagði það. Þá var verið að tala um hann yrði. Já, hvað gerist með hann? Hvað gerist þér í Pato? Þetta var Mílan. Þú varst mjög harður Pato maður þarna á þessum tíma. Nú væri Öddi með háriðans AI og vöðvam vöðvamassa minn, fullkonin kallmenn. Já, ég myndi ekki hata þetta dökka hár þarna. Myndirðu ráða Albert í vinnu á Fossinum?
Nei, ekki Ha? með við sögur hans sér. Það var að síðast maður. Ég get ekki verið með mann í vinnu sem dreymir að liggja heima atvinnulaus að gera ekki neitt. Og ætti Fabio Vera að fá stærra hlutverk í vetur, spyr Björgvin Páll Rúnarsson. Ég vil að spurning frá, þetta er svona típisk Gústa spurning. Nei, hann á ekki fá neitt hlutverk og hann má bara fara sem fyrst. Já, hann er þarna núna. Hann er það ennþá. Það verður gaman að sjá hann í vetur. Nú, að sjá, hér eru margar spurningar. Myndi Teddy Sheringham lappin í byrjunarliði hjá Manchester United í dag? Já. Það myndi gera það held ég. Var meðspilar blöðarunum að falli í FM-mótunni í gólfi, spyr Marin og Rapp. Já. Ok. Nú var það skjalataska af Kass sem hafði úrslita áhrif Eyjar versus Akureyri. Þetta er ykkur Eyjamaður. Nei, það var alls ekki. En það var ákvörðun, það er líka bara fínt að koma inn á það því þú ert búin að gera grína þess einna líka. Það var tekin ákvörðun, við gerum kveðjulag sem heitir vildi bara segja, við ætlum að taka pásu. Og þetta Akureyri-dæmi kemur inn í janúar eða febrúar sem við hleraði með það. Þannig að þetta var ekki eitthvað við að hætta með Eyjar til þess að fara til ag. Nei. Alls ekki. En þetta hefur kallað fram tilfinningar hjá mínu fólki í Vestmanni. Já, bara skiljumlið. Þetta var líka bara erfitt fyrir okkur, búin að vera þarna í 11 ár. En þetta var ekkit, við vorum bara detta í, það verður gaman að koma næst, saman hvernig það verður. Þá er það actually bara, þeir eru að koma í staðin fyrir bara ætlaði að gera lag. Þetta var orðið bara svona same old. Kveðjulag að koma svo aftur eftir 1 ár. Það er verið mjög skrítið. Maður er veltaði fyrir sig núna, ég hef nú bæði upplegað að vera í brekkunni og backstage. Ég held ég verið backstage á því dæmi. Já. Þegar að vera backstage, það er á þjóðutíð. Já, það er eitthvað sem að allir ætti einhver tíma hann að upplifa. Þú getur þetta að syngja með okkur? Nei, ég ætla bara að vera backstage og bara ræða við gamla bandi kemur aður? Gamla bandi, Nú, maður sjá, verða Guardiola og Rodri lausir City með á neðra skiltinu í maí. Nei, en verði í vesinni. Já, nú tekur Eddie Howe við United fyrir áramót, spyr Arnar Páll Rúnarsson. Þetta er nú svo sem að, þú veist, Eddie Howe geti alveg fengið stór gigg en það mun ekkert vant að stjóra þar. Nei. Arnar Hreiðarsson, er gott lið fyrir hinlið í bestu að Víkingar komist ekki í milljónunar í samastildinni? Já, alveg klálega. Verður við ekki bara að kalla spaða þar? Jú, bara klálega. Maður sá það á blikavinnum sínum og annað að þetta gladdi þá í gær. Já, þetta, Víkingar Evrópu, þetta er ekki alltaf mikið við þessum hlutlausu áður, Nei. Þeir eru búin að vera með svolítið miklu yfirbörð á markanum. Hugsa hvað fljótt er og hvað velgengning verður fljótt að vera þannig að hér elskaði allir hérna, þú bestur og æðislegustur, svo verður að ganga svona vel, þá fyrir fullt af fólki að líka illa við og Víkingarnir eru svolítið að fara að kynast í núna. Já, þetta er svolítið they build you up to tear you down, Já, það er, þú veist, Víkingarnir sem voru uppáhald aldrei og voru dúllutnar þegar þeir unnu að bikarinn fyrst skipti og svona Arna Gunnlaugs og allir elskuðu þetta. Já. Svo bara, nú er það stóri, það er bara skiljanlegt. Það var eitthvað mikið rómatík í því með Sölva og Kára, svo nú er allir komin á þessu. Já, ég er að segja það. Ég veit ekki það, ef að sama hvort það er KR eða Breiðablik eða eitthvað lið þeir eru að keppa í Evrópu, ég held alltaf með þeim. En ég er hins vegar ekki eins og pabbi minn sem heldur alltaf með öllum ensku liðunum í meistaradildinni. Það get ég ekki tengt við. Það er eitt áhugavert við Blöndal, hann heldur með Val upprunalega og verður í þessari treyju sinni sem búin að skipta Víking og Val í svona helminga og ætlar að vera í miðjunni núna á sunnudaginn. Ég hlakka til að sitja með hann þar. Þannig hann á svona half and half. Ég myndi aldrei fara í svo leiðist. Ég skildi aldrei til að byrja með að Öddi heldi með Val. En svo skildi ég að ég fór og spilaði með Valsmönnum og við spilaðum við Tindastóla árið 2000. Við löbbum inn á völlin á Sauðárkróki og það er eitthvað lið sem klappar eitthvað og er þarna í einhverju valstóti og ég var svona, hvað er eitthvað lið að mæta allavega hingað á leikinn? Og þá sagði mér einhverju Val, nei, þetta er bara fólk frá Sauðárkróki sem heldur með Val. Við lentum í svo 2 stund. En byrja, af hverju er það sant? Það er mjög skrítið. Pabbi minn er mikill valsali og er ennþá, Kristján Blöndal, og bara elska Val. Þannig að ég er náttúrulega bara alin upp að halda með Val. Við hefðum ekki lentum bæði þessi Ólafsfirði og Sauðárkróki. Bara eitthvað lið sem bjóða þarna, bara eins og við höldum með enskum liðum eða eitthvað. Það hélt það bara með Val og þó að það byggið þarna. Þannig að Valur hefur verið, þetta var alltaf Valur, Skæin á blíkavanda og kannski Káir, en Káringa gátu náttúrulega ekki neitt í mjög mörg ár, En þú ólst upp við að halda með Val, hvernig getur það skipt lið? Já, æsku minningar mínar eru bara að vera hérna á Hlíðarenda, safna dósum og vera bara með pappa á vellinu, Ég náttúrulega bjó í Breiðholti í Iðufellinu frá 82 til 88. Þá var ég bara alltaf á valsleikim frá 4 til svona 7-8 ára, Og hvað gerir svo?
velgengni Víkingur sem er þér? Nei, svo mætast Tindastóll og Valur í úrslitakeppni körfubolta og þá henda mér út úr húsi fyrir að taka hátalarna úr sambandi af því að stuðningsmenn Vals voru með mæk og voru settir svona hátalar fyrir aftan stuðningsmenn Tindastóll svona að það heyrðist Valur ég bara, hvað grín er þetta? Tók þetta úr sambandi, það var allt vitlaust og þetta henda mér út á dó Vals hjarta svolítið. Hvað ertu bilað? Hvað tókstu þetta úr sambandi? Já, Það er að koma hérna í ljós eftir 30 ára samfellda Sigurgun Guðjóns Blöndal sem hann er kolbilaður. Ég hef aldrei reynd að leyna því. Þetta, ég ætla að láta þessu ef ekki gert það. Ég vona bara að allir gera það. Þannig að já, þú varst það reiður yfir því þessu. Þetta er alltaf Hugi Halldórsson og Auðun Blöndal. Þetta eru snillingar. Það er passion þetta. Ég vil alltaf hafa eitthvað tilfinningar til Vals. En þú verður alltaf að vera í búninginu þínu? Nei, en svo ég held að þurfu nú ekkert að útskýra fyrir fólki sem eiga börn sem æfi íþróttir, svo bara báði syni mínir í víkingsfötum alla daga. Ég er með hverfistað sem er heimaðallu víkinga og þetta styðji og í deildinni. Það er bara annað væri rugl. Já, hárrétt sem fara í El Grande. Minnaðu þetta á Epic X Doc Fantasy leikinn góða 10.000 evru prize pool fyrir top 10 tjekkið á því að sjálfsögðu bætið ykkur þar inn þetta er alltaf að byrja í dag það er líka að byrja spænski boltinn við náðum ekkert að fara í það og mörg að taka heyrðu það hafa það smá kannski ekki flækjust í velgrandi bara svona prófa aðeins nýtt af því að nú er El Clasico liðin að dettin Real og Barcelona og ég ætla bara að fá leikmenn sem að spila með þessi svoköldu top 6 í Englandi leikmenn sem að spila bæði með top 6 í Englandi og í þessum El Clasico liðum Barca og Real skiljið hvert ég er að fara Auðun, þú ert nú mikið eldri þú orðin 46 ára gamall mikið rétt ég byrja þá eða þú byrjar þá segum við Eiður Smári Guðjónsson Fabregas Cristiano Ronaldo Özil David Beckham Baptista Julio Baptista Bíflugan Rúdan Nistelrooy Casemiro Heinze Auðun Blöndal Herðu Gareth Bale já Luka Modric Auðun Blöndal sko hann er sjarp í dag sko herðu Thomas Vermaelen Petit Ómars Mark Hughes wow Henry Michael Owen Michael Little Owen Di Maria Jonathan Woodgate já Bittu já það var í tótturum hárið vel gett Auðun Blöndal að máta knattspyrnusérfræðing það var ekki alveg á bingospjaldinu þegar ég vaknaði morgun býta eins ég er ekki búinn hérna við fólkum að kíkja á bingospjöldu sín hvort að það hafi Túri já Sergio Aguero Kun Aguero spilaði 2 leiki fyrir Barcelona eitthvað shit wow sko hann verður að vera búinn að spila já, getur ekki þetta ykkur Bernardo Silva hann þarf að vera búinn að spila eitt leik sko. ekki þessi skítatryggs ok það eru svo margir aðrir annars sko Arsenal Song Senden gjör það svo vel hann svarar með Senden return to Senden það er ekki fyrir Arsenal menn það ég ætla að setja á 6 sekúndna skotklukku Thomas Vermaelen hann kominn var hann kominn? já veitu hvað er hann? hann er að blitti þannig að ok 6 sekúndna skotklukka ber af stað núna ok
3. McManaman. Já. Samaran, hvað heitir hann hérna? Hægri bakurinn hérna. Stólum spilaði með Chelsea og spilaði með hérna, skoraði sigurmarkið á móti Ertu alveg Belletti? já, Belletti Já. Ég var það, fyrst að Fyrst að ég var líka búin að fætt guld. Cancelo. Vá. Já, vel gerst. Nú fyrir þetta að vera helvít erfitt maður. Já, nú bara sko, ég er að gleyma einhverjum hérna hjá kemur smá Þú var allan tíma svo þú þarft. Ég fekk 6 sekundur, þú fær allan tíma svo þú þarft. maður er að gleyma einhverjum hjá Liverpool alveg potjett herru hérna Chelsea Barcelona Hips don't lie. og hérna PK Já, vel gert. Courtois. Ég skildi alveg þetta hint hjá þér þarna. Þetta er ekki alveg að ganga. ég verð að gefa honum, hann er góður maður fuck hérna, það er einhver í Chelsea sem ég er pottjett að gleyma hérna sem að spila með Chelsea og Barcelona þegar þeir eru svo margir nei, svo leiðilegt útvarp er maður að hugsa mig ég gef það frá mér Samuel Eto'o. Sko, Já, heyrðu, þið voru báðir geðvig. Það var vel gert hjá okkur. Já, þetta var stórkostleg Varan Varan. Stóri raf. Stóri raf. leið og pressan fyrir einhvern veginn að byrja þetta að koma Veistu hvað, Auður Blöndal, ég held að sko fólk sem elskaði Auður Blöndal fyrir það elskar hann ennþá meira bara að hafa séð sko þetta spurningagen og líka steipan aðeins var hann að harðna já, hún er fann að harðna þess ég þarf að fara í sílandíti Já, sílandi, hvað taka mikið af kreatíni? Bara fyrir kallmenn sem vilja vera í formu eins og þú ég þarf að fara að taka það líka Nei, þetta er ástæða fyrir mínum, Sigri. Þetta er gott kreatín fyrir í haus. þessum brúsakallum. já, Taka 3 stikur af Happy Hydrate eða 2, já, það er 10 grömm gott fyrir hausinn líka já þú ert svo bubbil úr taka Það er 3 stykki rosalega- og gott fyrir hausinn Það er rosalega gott fyrir hausinn já, ég skal gera það Já, var ég búin að segja þér að það er að ég hringdi sko, Bubbi Mortens var alltaf að hringi mig og ég Bíddu, skildi hringdir þú ekki vitlaust númer Nei, og talaðir heillengi nei um? hann, ég segi, hvað er hann að ringi mig? Herru, ég ringi hann tilbaka, ég segi, hvað er hann að ná við mig? Þá talaði hann við mig eins og, hann hafði ekki verið að tala við mig og ræddi við mig box í Saudi Arabíu í svona 40 mínútur. Þú getur reynd að tala um allar í Já. Já, og hérna, sjátarnir eru að bjarga þessu fyrir mig. Þetta er bara, maður áður ekki að segja þetta, þeir eru gjössalega að bjarga boxinu, þetta er bara eðlun tíma, þetta er Já, kristilegum tíma. eðlur tíma Já, hann vil hafa þetta, hann vil, af því að hún komið leið og Las Já. Vegas vaka til 5 á nóttunni, sko. Já, við erum þetta sammála því Ég sá að þið voru saman á leiknum. Já, við vorum að gera svona pilot þátt Við ætlum að sjá hvort við getum gert seríu sem heitir Stuðningsmennir okkar Þá er ég svona að fara með grjóthörnum stuðningsmennum á völlinn og hitta þau, fórum heim til Bóas og það var mjög gaman, skemmtilegu dagur Já, Þannig við ætlum Bóas að sjá- náttúrulega var á algjört tímabili gott smá vikingur. Já, sko, ég spyr hann einmitt út í það í þessum piloti Tímabilið. Hann bara elskar stemningu Já. Það er bara að vera ef að það sem vel gengur og gaman Ég tengi bara mjög vel við þetta. Mér langar ofta að fara það sem er stemningin er Já, og gaman að segja frá því Hann að verður líklega í hérna blikatreyfi á Lótusvelli eftir hann september, sko. má eiga það, hann öskrar allan leikin á, Hann klárar sig, hann er alveg stuðningsmaður maður fann þetta líka í vor, þú veist, eins og þegar maður var með grindjónunum í liði. Þú Þú varst veist ekki þessi- með, er þetta ekki að klára þetta? Grindavík, ég trúi 240 bólnum mínum Já. og Það er pass það er bara svona að pass, það er smass hérna, strákar, hérna eitt smass eða pass fyrir ykkur hérna. Ok. Fara 3 hérna lið frá London í Champions League í ár. Í Champions League? Já, Nei, smass eða pass. það fara 2 Pass, Ég segi pass líka Arsenal og Chelsea fara. Ekki Tottenham? Ekki, nei. Ég Ok. er Þeir að eru ekki með náðilega mikið þannig fremstilinu. Annað er að fer, Tottenham með að Chelsea Þess vegna segi ég þessi pass Ég held að fari 2 Ok. og annað er að fer Ég held nefnilega að fara í 5 lið í Champions League af því að englendingarnir eru svo góður í Evrópu. Já, já. Ég held að vera alltaf 5, þannig að Þá er það séns, reyndar Já, ég gerir bara ráð fyrir 5 Já, liðum í dag. já. Ok, 2 nýlegar halda sér uppi. Smass eða pass. Pass Já, sannig Já, pass.
Ok, Viktor Jókeris yfir 10,5 mörg NPG. Smass. Mér finnst það, Bíddu, þetta bíddu, er ekkert eitthvað Arsenal-hattur eða neitt svona, mér finnst það bara ekki nóg góður. Við aðeins. Hvernig fannst ykkur Sesko fyrir það? Mér finnst Benji, það góður. Flott, hann er 11 mörg. Já, yfir 10,5. Sesko, Já, 14. Já. Já. Nei, já, NPG. Já, Jókeris með 11, Já. yfir 10,5 með 11 NPG. Já, hann er ekkert að fara að spila þetta mikið. En sérðu munin samt á mörkunum? Horfðu bara á báða leikmenn. Er þetta að segja mér að það er ekki frekar að vilja fá Sesko sem að var orðaði Arsenal heldur en Jókeris? Jú, fyrirfram vildi ég meira frá Sesko, sko. Já. Skal að við ekki það. En hann stóð sér vel, hann mannstu einu leikum átti allir koma Nei, stóð bara vel eftir áramót. Ég bara fann að ég hafði ekki tíma til þess að fara yfir Mástu áramót. því? Ef að Ósimhen kæmi í Arsenal, þá fær ég að hafa verulegar áhyggjur. Já, mér finnst það meira þurfa svona skillful vinstri kantar heldur en Og- framherja. Ég hef Áður náttúrulega en- Alvarez líka væri rosalegt. Áður en við förum í þetta úr þessum þætti, bara í lokin, Íslendingur spilar í Premier League í ár. Smass eða pass. Það eru 2 vikur eftir þessum glugga, nei, rúmvika og auðvitað allir í janúar glugginn. Þú ert að tala nýri Svo er eitthvað Hákon ekki með Já, Hákon er með. Hákon markmaður? Hann spila leik. Já. Hann spila leik. Hann fær Það er ekki smass. tækifæri. Já. Þannig að Íslendingur tikkar í bóksið að spila í Premier League í ár. Það er gaman að heyra það. Dóttor fútból þakkar kærlega fyrir sig. Ég minna á FM 95 Blöð sem hefst klukkan 4 í dag. Já, og svo bara allir Liverpool-leikir og United-leikir Sindra Fossinum og ef að Liverpool er yfir eða United yfir þá er Karlsberg á 950 og Light og Happy Hour fyrir 1300. Já, geðvögt. Ég Vonandi hlakka mikið stemningu. til. Já, við gerum smá stemningu og gerum hennan vetur eitthvað ekstra kósi. Já, það er kósi að vera á Fossinum. Já, ég meina, ég held að verður þetta ekki svona ekta kósi vetur. Þetta get ekki verið þenni Jú, vetur. þetta er kósi Ég tek tilbaka allt sem ég sagði betur en á Já. hann. Ég ætla að hafa hann kósi og ég ætla að vera jákvæður og almennlegur. Menningarnótt framundan og ef það er eitthvað örugt þá er það Albert Ingersson mökkað. Sjálfsögðu, þetta er alveg jam. Já. Alveg jam. Kíktu á okkur, 21.30, hljómskálagarðin. Bylgjugiki. Bylgjulestin, Ok. eru þið konur í bylgjulestin? Nei, sem sagt, Bylgjan er alltaf með hljómskálagarðin á Menningarnótt og þetta er í fyrsta sinn sem FN95 Blöð spilar á Menningarnótt. Já, já. Förum á Ok. svið 21.30. Ég mæti þar. Ég er Þetta spáði backstage að dæmi. sitja heima á mér og horfa á það. Kottu backstage og fáðu 2-3 maður. Hvernig er backstage í þessu? Hleypið mér backstage, Já, ég já, er er alltaf að það? hleypa doktornum backstage. Þú, Ívar Guðmund. Hér á maður kom með þér. Nei, ég er ekki að vera að síðast sem ég er að fara að gera í þessu lífi er að fara að taka þig með mér. Jó, 20-30, það er ekki? Veistu hvað? 21.30 fyrir Já, ásinn. það er fyrir hálfleikur hjá mér á 10 Þegar minútur, það er í fín. þú ert þannig, þegar að sko, þú eru fullur Já. og fara alltaf að bögga fræga og það er bara Nei. regla nummer 1 backstage Það má ekki backstage. og mátt Ég er ekki, þú veist ég Það læt er henda þannig liðið út það er backstage algjör regla. Ég er það ekkert er að því. algjör regla Ég er ekkert ég hef látið henda liðið backstage út sem er að bögga fræga Ég ég skal- get eitthvað að tala um blöðar en bara 5 minútum áður en að fara að performa þá er hann bara í sóninu Já, ég læti þið í friði. besta fannir Ég lætur skal hann hafa bara, ég læti þið í friði, ég lofa. Það er bara aldrei hlýða. Nei, sko, þú mátt bögga mig svo vilt. það er óverlegt að celebrities og þú er þér alveg Já, ég Já, hringi ég- eftir hér.